Já, komið þið sæl. Enn ein lægðin komin hérna inn á Grænlandssund hjá okkur, hæði við Bretlandseyjum. Skillægðirnar eru komin inn á land og verða hér í kvöld. Sjáum þið hvernig þau rúlla hérna yfir landi en fljótlega eftir miðnætti þá tekur við nýr kafli með éljagangi, suðvestanátt, hvassri suðvestanátt og éljum og miðjan dag á morgun var búið fyrir mjög dimmum éljum. Og svo hér annað kvöld þá sjáum við að lægðin stefnir hérna á Vestfirði. Lægðabrautin er ekki alveg niðurnjörfuð þannig að það geta alveg orðið svolítið breytingar og menn þurfa að fylgjast nokkuð vel með veðrinu hérna seint á morgun á svona Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum á Norðurlandi vestra í það minnsta og jafnvel á Norðausturlandi og Austurlandi þegar aðra nótt. Síðan er þá næsta lægð hérna komin hérna á milli Nýfundnalands og Grænlands og rellir okkur síðan á þriðjudag. Annars er svona úrkoma hérna með vesturströnd Noregs og hæðin svona er á leið frá Bretlandseyjum og lengra inn á álfuna en hefur ekki mikil áhrif á okkur annað en að það svona dregur aðeins úr á milli þrýstilínja og þá dregur úr vindi að auki. Við sjáum hér hvernig hlýjendakaflinn kemur hérna inn af fullum krafti með kvöldinu núna og fer síðan nokkuð hratt yfir og í fyrramáli þá er þetta orðið svona svalara loft eins og var hjá okkur í morgun og éljalofti tekur við og við sjáum hvernig lægðin stoppar hérna yfir Vestfjarðakjálkunum eins og gert er ráð fyrir núna og annars er hlýjalofti hér töluvert sunnan við okkur. En frá því núna í kvöld og til hádegis á morgun þá sjáum við þessi skil hérna koma og liggja yfir landinu. Þetta er rigningamestu leit sem færi síðan fljótlega þá yfir í suðvestanátt með éljum og það fara að tínast inn gular viðvaranir, hríðarviðvaranir svona fyrir, þetta er okkur dimmur éljagangur í þessu. Og vindhraði getur svona slegið eitthvað ríflega yfir 20 metra í mestu éljahryðjunum. Þannig að þetta getur að vera hádegisbil á morgun og veðrið þá eitthvað þessu líkt að það er gular viðvaranir hér á vestanverðu og svo koma þær inn hérna á bæði höfuðborgarsvæðið og Suðausturland þá síðdegis á morgun. En þá ef við höldum síðan áfram og skoðum hvernig dagurinn þróast á morgun, getur orðið mjög öflug él í þessu einmitt á morgun og síðan er gert ráð fyrir að lægðin fari hérna nokkuð hratt með norðurströndinni aðfaranótt mánudags og svo miðjan dag á mánudag þá er nú orðið svona þokkalega rólegt og smá stund á milli stríða því að og hiti svona og yfir frostmarki víðast hvar en samt svona slyddu él í þessu yfirleitt en síðan ef við tökum síðan þróunina áfram að þá eru næstu skil frá lægðinni sem er þá sunnan við Grænland núna, hún kemur þá hérna inn á seint á mánudagskvöld og aðfaranótt þriðjudags og síðan þegar það kemur fram á þriðjudaginn þá erum við komin í sama pakkan aftur, suðvestanátt og él. Þannig að það er svona, en svo er þetta nú svona förum við að sjá fyrir endan á þessu. En á miðvikudag hins vegar er orðið mun rólegra veður hjá okkur og það er svona, þá virðist við vera komin út úr svona mesta lægðaganginum í bili og restina vikunni svona öll á rólegri nótum. En síðan þegar við förum aftur á móti yfir til Evrópu að þá erum við með úrkomubakka hérna við Noregsstrendur, annars almennt þokkalega milt í Skandinavíu og sömuleiðis er hérna eftir því sem að sunnar dregur að þetta eru svona ágætis hitatölur sólríktum miðbik álfunnar enda inn í áhrifum frá hæðinni, áfram skúraleiðingar nokkuð víða við Miðjarðarhafið en aftur á móti eftir því sem við nálgumst Íberíuskagana þá aukast skúrirnar og sums staðar getur nú orðið býsna mikil úrkoma í þessu þannig að það er svona staðir sem getur orðið bara býsna blautir á morgun. Síðan förum við þá örstutt yfir til Kanari, það er líka norðaustanátt og svona hiti svona í kringum 20 stigin en það er hins vegar að búast við nokkuð kröftugum skúrum allavega á vestari eyjunum á morgun. Og síðan þá ef við fyrir vestur haf, það er býsna sólríkt víða í álfunni. Hins vegar er úrkomubakki með svona skúraleiðingar með vesturströndinni og sömuleiðis hérna austur af austurströndinni en hins vegar kannski má segja þá hérna alveg í norðausturhorninu og það er þá einna mesta úrkoman í Bandaríkjunum og Kanada á morgun. Hitatölur hérna sunnatil eru bara býsna góðar og svona komið svona yfir frostmark alveg langt norður í Kanada þannig að það virðist sem vorið sé svona það svona allan að farið að glitta í vorið hjá þeim. En við skulum þó ekki hafa þetta lengra í kvöld, verið þið sæl.